alveg sundag. Já. Sjástu tvö. Það fór ég í stöður, ég var Gunnar opna. Ljósita mynd, það er smá 20.000 landkrónur. Áfram IBF, Vestmannaeyjar og Heima Klettur. Einn, tveir.
Gott kvöld, býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur er númer 1547, haldinn í Einarstöðu 9. apríl 2019 klukkan 18. Bæjarfulltrúi Jóna Sigríður Guðmundsdóttir hefur boðað forföll og boðað hefur verið varamaður í hennar stað sem er Guðmundur Ásgeirsson. Ég segi fund settan. Það eru 9 mál á dagskrá og dagskrá er eftirfarandi. Það fyrsta mál ásreikningu Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018. Annað mál kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 43. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskap bæjarstjórnar. Þriðja mál, það er fundargerð nr. 232, framkvæmd á Hafnaráð. Fjórða mál er bæjar á Vestmannaeyja, það fundur 3098. Fimmta mál er fræðsluráð, það fundur 316. Sjötta mál er bæjar á Vestmannaeyja, það fundur 3099. Sjöunda mál er umhverfis- og skipulagsráð, það er fundur nr. 304. Og svo eru almenn erindi, það er 8. mál umræðum samgöngumál og 9. mál dagskrá bæjarstjórnarfunda. Þá vindum við okkur í fyrsta mál á dagskrá sem er ásreikningu Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018. Síðar umræða, Íris Róbertsdóttir. Svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Nú liggur ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir við síðar umræðu í bæjarstjórn. Gerð var ítarleg grein fyrir reikningnum við fyrri umræðu. Engar breytingar hafa orðið milli umræðna og því hef ég ekki neinu við þá framsögu að bæta. Ársreikningurinn er með endanlegri áritun án fyrirvara frá KPMG, endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar, og er lagður hér fram. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég vek athygli bæjarfulltrúa á því að samkvæmt 8. tölulið í 15. grein bæjarmálasamþykktar með ræðutíma er ekki tímatakmörkun á umræðum ársreikning. Orðið er laust undir þessum lið. Guðmundur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það eru örugglega ekki mjög margir sem hafa verið í þeirri stöðu sem ég er í hérna í dag. Ég er að fara að samþykkja og skrifa undir ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018 sem bæjarfulltrúi í fyrsta skipti. Ég hef hins vegar skrifað undir ársreikninga Vestmannaeyjabæjar árið 2011, 12 og 13 sem endurskoðandi bæjarins. Það er bara gaman að því. Ég sat ekki fyrstu umræðu ársreikninginn og því langar mig aðeins að hlættum hann. Það er öðru sem skoða ársreikning sveitarfélaga en venjulegra rekstrarfélaga. Og svo að það sé auðvelt að detta í keppnisbanninn og berja sér á brjósti að sveitarsjóður skilar metafkomu, þá þarf að hugsa þetta aðeins lengra. Það á ekkert að vera neitt sérstakt keppikefli að skila miklum hagnaði að mínum mati, þó að auðvitað sé ekki hægt að gera vel þegar hann er of lítill. Hann þarf að vera nægjanlegur svo hægt sé að veita góða þjónustu, framkvæma það sem þarf að framkvæma, borga skuldbindingar og svo framvegis. Þó svo að mönnum greini á hvort að eigi að setja þessa krónu í þetta eða hina krónunni í hitt, þá er stóra myndin að rekstri Vestmannaeyjabæjar góð. Þessi ársreikningur ber merki stöðugleika og sjálfbæran rekstur. Okkur hefur síðustu árin borið gæfu til að reka sveitarsjóð ágætlega og ég hef fulla trú að við munum gera það áfram. Takk. Ég þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessu fyrsta lið. Það er enginn. Þá greiðum við atkvæði þetta þegar bæjarfulltrúar sem þarf samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er 7 atkvæði þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í annað mál á dagskrá. Nei. Þá ætla ég aðeins að fá að biðja ykkur afsökunar á formlegheitunum. Ég ætla að fá að bera upp tölurnar fyrir eins og ég gerði hér á síðasta fundi. Áður en klárum þetta. Þá er það niðurstöðutölur ársreikningi Vestmannaeyjabæjar og stofnana hans fyrir árið 2018. Það er A. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2018. Afkoma fyrir fjármagnsliði er 173.057.000. Rekstrarafkoma ársins er 341.274.000. Niðurstaða efnahagsreiknings er þá 11.077.683.000.
Eigið fé er 6.126.700.000. Það er B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2018, afkoma fyrir fjármagnsliði 134.617.000. Rekstrarafkoma ársins er 154.497.000. Niðurstaða efnahagsreiknings er þá 1959.893.000. Eigið fé er 1751.703.000. Það er C. Ársreikningur félagslegra íbúða 2018, afkoma fyrir fjármagnsliði, það er 9.518.000. Rekstrarafkoma ársins er 0 krónur, niðurstaða efnahagsreiknings er 321.609.000. Eigið fé er neikvætt 100.188.000. Það er D. Ársreikningur Fráveitu Vestmannaeyja 2018, afkoma fyrir fjármagnsliði, það er 46.183.000. Rekstrarafkoma ársins er 27.692.000. Niðurstaða efnahagsreiknings er þá 682.995.000. Eigið fé er 299.994.000. Ársreikningur Dvalarheimis Hraunbúða 2018, það er afkoma fyrir fjármagnsliði, það er neikvætt 33.779.000. Rekstrarafkoma ársins er 0 krónur. Rekstrarniðurstaða efnahagsreiknings er 249.051.000. Eigið fé er 29.806.000. Það er G. Ársreikningur Vatnsveitu 2018, afkoma fyrir fjármagnsliði er 0 krónur. Rekstrarafkoma ársins er 0 krónur. Niðurstaða efnahagsreiknings er 400 milljónir, eigið fé 0 krónur. Það er H-liður, það er ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Afkoma fyrir fjármagnsliði, hún er neikvæð 27.130.000. Rekstrarafkoma ársins er neikvæð 25.555.000 og niðurstaða efnahagsreiknings er þá 135.578.000. Eigið fé er 124.445.000. Þannig að þá hef ég lesið upp þessa tölur og formsins vegna þá ætla ég bara að fá aftur atkvæðamerki þeir sem eru samþykkir. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er komið að fara í annan lið sem er kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 43. grein samþykktar stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarskjöp bæjarstjórnar. Það er að Gústaf Adolf Gústafsson verði skipaður varamaður í fjölskyldu- og tómstundaráði í stað Styrmis Sigurðarssonar. Bið bæjarfulltrúa að gefa atkvæðamerki sem er því samþykkir. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Þá erum við komin í lið nr. 3 sem er fundargerð framkvæmda Hafnaráðs. Það er fundur nr. 232. Það hefur verið óskað eftir umræðum fyrsta lið í þessari fundargerð. Aðrir liðir 24 liggja til staðfestingar. Fyrsti liður er ársreikningur Vestmannaeyja Hafna 2018 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar í ráðinu. Já, ég er nóg. Það vantar mig aðeins hér, ég er nóg. Hérna er þetta er hér. Það er fyrsti liður hljómaði svona úr ráðinu, ársreikningur Vestmannaeyja Hafna 2018. Framkvæmdastjóri fór yfir ársreikningur Vestmannaeyja Hafna fyrir árið 2018. Framkoma rekstrartekjur ársins námu 474 milljónir króna og afkoma ársins var jákvæð sem nam 154 milljónir króna. Heildarskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingu námu í árslok 208 milljónir króna. Niðurstaða ráðið samþykkir fyrirliggjandi ársreikning og vísar honum til síðari umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þá er orðið laust undir þessum lið. Guðmundur Ásgeirsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Mér langar aðeins að fara yfir ársreikning Hafnarsjóðs, sérstaklega vegna þess hversu mikilvægur hann er fyrir rekstur Vestmannaeyjabæjar. Hafnarsjóður stendur undir 20–25% af hagnaði ársins 2018 á samstæðinu. 15% fastafjármuna bæjarins liggja í höfninni og 30% af handbæru fé ársins 2018 kemur frá höfninni. Heildartekjur ársins 2018 námu 474 milljónum og voru 4,7 milljónum meira en árið 2017 þegar það námu 469. Rekstrargjaldin námu 310 milljónum samanborið við 351 miljón árið 2017.
Munurinn liggur aðalega í breytingu á lífeyrisskuldbindingunni. Afskriftin nema tæpum 30 milljónum króna. Þetta gefur rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliðið upp á 134 milljónum króna. Hafnarsjóður svo með fjármunatekjur upp á tæpa 20 milljón krónur sem hann hefur af inneign sinni á A-hlutann. Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki eru rúma 600 milljónir í árslok 2018. Eðli framkvæmda á höfninni eru með þeim hætti að þær eru ekki að eiga sér stað á hverju ári. En þegar það koma eru það stórar og því má færa rök fyrir því að þessi eðlilegt að Hafnarsjóður eigi töluverða fjárhæðir í sjóðum og eigi þannig fyrir framkvæmdi þegar í þær er farið. Rekstrarafkoma ársins árið 2018 er því 154 milljónir króna samanborið 105 árið 2017. Fastafjármunir námu 1.305 milljónum í árslok 2018 samanborið við 1.306 árið 2017 og heildareignir 1.960 á móti 1.860 í árslok 2017. Eigið fé Hafnarsjóðs var 1.752 milljónir í árslok 2018 en það var 1.597 í árslok 2017. Skuldir og skuldbindingar námu 208 milljónum í árslok 2018 og eru þær að langstærstum hluta lífeyrisskuldbinding. Í árslok 2017 námu skuldir og skuldbindingar 263 milljónum króna. Það má segja að rekstur hafnarinnar sé í góðu jafnvægi og er mikilvægt að hún sé að skila ágætis hagnaði til þess að geta staðið undir framkvæmdum og viðhaldi þegar farið er í þær, eins og til dæmis næsta ári þegar áætlað er að fara í skipalýstukantinn. Hann langar að leggja fram bókun og hún er svona, með leyfi forseta. Árið 2018 var ágætis rekstrarár fyrir Hafnarsjóð. Nýliðinn loðnubrestur hefur hins vegar valdið áhyggjum og því verður unnið 4 mánaða innannámsuppgjör fyrir Hafnarsjóð. Því fyrr sem við vitum hver staðan er, því fyrr getum við brugðist við ef þess þarf. Unnið verið að því að hafa uppgjörið klárt í júní. Takk. Já. Þakkar Guðmundi Ásgeirssyni fyrir þetta. Vilji fleiri ræða ársreikning Vestmannaeyjahafnar 2018? Það er kannski hægt að fá bókunina að versla upp aftur. Það er ekki að fá sjómann. Það er að fá sjómann. Viltu lýsa? Svo bókun sem að lögð var fram er: árið 2018 var ágætis rekstrarár fyrir Hafnarsjóð. Nýliðinn loðnubrestur hefur hins vegar valdið áhyggjum og því verður unnið 4 mánaða innanhúsuppgjör fyrir Hafnarsjóð. Því fyrr sem við vitum hver staðan er, því fyrr getum við brugðist við ef þess þarf. Unnið verði að því að hafa uppgjörið klárt í júní. Helga Kristín Kolbins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Við viljum að fá endilega að taka undir bókunina og fá að vera með í henni. Takk. Helga, viltu ekki taka á að kveita á þetta? Þakka Helgu Kristínu Kolbins fyrir þetta. Það vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessi lið. Svo er ekki, þá býður bæjarfulltrúar sem er þessu samþykkir að gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem að samþykkja þennan lið. Þá er að liðið 2-4 sem liggja fyrir til staðfestingar þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá eru komin í 4. lið í fundaboðinu. Það bæjar á Vestmannaeyja, fundur 398, liður 1 liggur fyrir til staðfestingar til bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er samþykkt. Þá er að 5. liður í fundaboðinu, það er fræðsluráð, fundur nr. 316, liður 1-2 liggja fyrir til staðfestingar. Bæjarfulltrúar sem eru þessu samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er samþykkt 7-0. Þá erum við komin í 7. lið, það er bæjar á Vestmannaeyja, það er fundur 399.
Það hefur verið óskað eftir umræðu 3 liði, liður 1, 4, 6, þannig aðrir liggja til staðfestingar. Liður 1 er umræða samgöngumál. Bæjarráð fór yfir stöðuna í dýpkunarmálum Landeyjahafnar og það sem gerst hefur síðastliðna viku í þeim efnum. Viðræður standa yfir við Vegagerðina framhald dýpkunar í höfninni. Vonir standa til að höfnin opni loksins í þessari viku og að hægt verði að sigla fulla áætlun sem 7 ferðir á dag. Bæjarráð hvetur Vegagerðina til þess að klára viðræður við pólsku skipasmíðastöðina sem allra fyrst, þannig að hægt sé að sigla nýjum Herjólfi til Heimahafnar í Vestmannaeyjum. Það var ósk frá minnihlutanum að taka þetta til umræðu. Það verið fallið frá umræðum þennan lið. Ég bæjarfulltrúa að gefa bara atkvæðamerki að samþykkja þennan. Það er þessi bæjarfulltrúa sem samþykkja lið 1. Þá erum við liður 4. Það verið óskað eftir umræðum hann, liður 4 í þessari fundargerð bæjarráðs, nr. 399. Það er bæjarlistamaður Vestmannaeyja 2019. Bæjarráð fjallaði val á bæjarlistamanni Vestmannaeyja árið 2019. Niðurstaða. Bæjarráð lýsir ánægju með þann fjölda og fjölbreytni listamanna sem ýmist sóttu eða voru tilnefnir sem bæjarlistamaður Vestmannaeyja á þessu ári. Ljóst er að heilmikil gróska er í menningu og listum í Eyjum. Bæjarráð tók ákvörðun bæjarlistamann úr þessum hópi frábæra listamanna, en tilkynnt verður valið þann 1. maí næstkomandi kl. 11 í Einarsstofu. Það er Njáll Ragnarsson. Mikið rósum. Forseti. Bæjarlistamaður Vestmannaeyja árið 2019 er Viðar Breiðfjörð og ég var þess heiðurs aðnjótandi að afhenda honum nafnbótina á þann 1. maí síðastliðinn og mér langaði að segja nokkur orðum það hér. Viðar Breiðfjörð ætti að vera öllum Vestmannaeyingum vel kunnugur. Hann er fæddur í Vestmannaeyjum árið þann 31. maí árið 1960. Hann er fæddur 31. maí árið 1962 á Húsavík. Hann fluttist í Vestmannaeyja árið 1983 og sem er einmitt sama ár og kvikmyndin Nýtt líf var tekin upp hérna í Eyjum. Hann hefur búið hér og starfað æ síðan. Náttúra Vestmannaeyja hefur alla tíð verið honum innblástur í listsköpun sinni og skyldi þá engan undra. Verk hans eru bæði olíumálverk, vatnslitaverk og teikninga og beitir Viðar hinni svokölluðu blönduðu tækni við listsköpun sína. Hann er vandvirkur, tekur sér tíma til að klára verk sín og hefur mörg járn í eldinum, ef svo má segja, en hann vinnur mörg verk samtímis. Verk hans eru margbreytileg, ýmist af persónum, náttúru og svo með persónulega uppáhald sem eru abstrakt myndir. Hann hefur á ferli sínum haldið fjöldan allan á listsýningum bæði hér í Vestmannaeyjum og á heimaslóðunum á Húsavík. Í umræðum í bæjarráði kom fram að Viðar hefur verið listskapandi í áratugi og skilji eftir sig fjöldaverka. Ævistarf hans er fyrir löngu orðið samofið myndlistarlífi Vestmannaeyja og ástríða hans fyrir myndlist er virðingarverð. Viðar auðgar menningarlíf okkar Eyjamanna svo munar og er því vel að viðurkenningunni komin. Og ég vil við þetta tækifæri óska Viðari Breiðfjörð innilega til hamingju með útnefninguna og hlakka til að fylgjast með listsköpun hans á árinu og til framtíðar. Og niðurstaða fundarins skildist mér að væri eitthvað rýr, er það rétt skilja hjá mér? Þannig að ég er með örstutt að þá bókun í lokin sem að ég vona að bæjarstjórn taki nú öll undir, að bæjarstjórn óskar Viðari Breiðfjörð bæjarlistamann í Vestmannaeyjum 2019 til hamingju með nafnbótina. Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls undir þessum 4. lið í fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 399. Trausti Hjaltason til svo. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Að sjálfsögðu tökum við undir þetta og er Viðar viðlæðis kominn. Það er alltaf ánægilegur orðvis viðburður að velja
bæjarlistamann Vestmannaeyja og er gaman að fá að koma að því. Það voru margir góðir umsækjendur að þessu sinni og ábendingar sem bárust einnig og komst ráðið að lokum að þessari farsælu niðurstöðu og bara virkilega gaman að þessu og Viðar vil að þessu komun og við tökum að sjálfsögðu undir þessar orðnar óskir til hans. Trausta Hjaltarsyni fyrir, viljum fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir liði númer 4 þessara fundargerð. Svo ekki sýnst mér þeir bæjarfulltrúar sem að samþykkja þennan lið gefi atkvæði. Það eru 7 bæjarfulltrúar sem að samþykkja það. Þá er 7. liður þessara fundargerð umræðum úttekt á framkvæmdum liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Og búið að óska eftir umræðum það. Það er hljóða þannig. Bæjarráð samþykkt á fundi sínum 14. janúar síðastliðinn að fela endurskoðendur reikninga bæjarins KPMG heildarúttekt á áætluðum kostnaði og heildarkostnaði vegna framkvæmda í fiskveiðunni á árunum 2015 til 2018. Minnisblað KPMG var sent Vestmannaeyjabæ þann 8. apríl síðastliðinn. Niðurstaða. Meginniðurstöður KPMG á framkvæmdum við fiskveiðuna eru þær að undirbúningur kostnaðaráætlun hefði mátt vera markvissari sem á framkvæmdaáætlun og áætlun nýtingu hússins. Þar sem dregin hefur verið fram áætlaður kostnaður og áætlaðar tekjur í því skyni að undirbúa fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins á hverjum tíma. Auk þess hefði eftirlit með framvindu verkefnis mátt vera markvissari þannig að tryggt hefði verið að bæjarstjórn hefði forsendur til að bregðast við frávikum frá fjárheimildum með samþykkt viðauka. Þá liggur fyrir að þó nokkuð frávik eru frá samþykktri fjárhagsáætlun ásamt viðaukum, eða alltaf 54%. Fram kemur í minnisblaðinu að samtals nema fjárhagsáætlunin með viðaukunum framkvæmdir í fiskveiðihúsinu 574 milljónir króna á árunum 2015 til 2018. En raunkostnaður var 609 milljónir króna á sama tímabil. Bæjarráð vill leggja áherslu á að vanda verið til verks við undirbúningsframkvæmda á vegum bæjarins og bæjaryfirvöld bæti vinnubrögð og áætlanagerð þegar fjárfrekar framkvæmdir að ræða. Hægt að draga lærdóm af athugasemdum KPMG á framkvæmdum við fiskveiðina og hafa þar í huga við áætlanagerð í framtíðinni. Samþykkt með 2 atkvæðum H- og E-lista gegn 1 atkvæði D-lista. Bókun. Fulltrúi D-lista lagði fram eftirfarandi bókun. Það er miður að það hafi þurft að eyða öllum þessum tíma og orku starfsmanna í að velta sér upp úr hlutum sem eru löngu liðnir. Með umræddri úttekt hefur meirihluti H- og E-lista dregið úr trúverðugleika verkefnisins. Embættismenn og verktakar sveitarfélagsins gerði tortryggir allt vegna fjárhagsáætlunar sem stóðst nánast upp á krónu eða var 0,2% undir fjárhagsáætlun þegar upp var staðið. Allar kostnaðartölur og upplýsingar á máli lágu fyrir áður en kalla þurfti til en einnar fjárfreku úttektunar að hálfu H- og E-lista. Betur færi á því að fulltrúar H- og E-lista myndu horfa fram á veginn og eyða kröftum í uppbyggingu og auka möguleika líkt og að frjóka jarfi til nýsköpunar, stuðla að jákvæðu umtali Vestmannaeyjar sem barnvænan búsetukost. Slíkt væri sveitarfélaginu mun fremur til heilla. Frekar en þær nornaveiðar sem hér hafa átt sér stað og skaðað sveitarfélagið til lengri tíma. Trausti Hjaltarsson skrifar undir þetta. Þá er önnur bókun. Eftirfarandi bókun var lögð fram af fulltrúum H- og E-lista. Aðalmarkmið úttektarinnar er að draga lærdóm af þeim athugasemdum sem endurskoðandi bæjarins gerir og tryggja að bæjarstjórn sé vel upplýst kostnað framkvæmda á vegum bæjarins. Það verður að teljast í besta falli sérstakt að fulltrúi minnihlutans í bæjarráði, ráð sem ber að hafa eftirlit með fjárútlátum sveitarfélagsins, vilji ekki taka mark á niðurstöðum KPMG það sem betur hefði mátt fara við áætlanagerð við framkvæmdir í fiskveiðinni. Þess í stað kýs fulltrúi minnihlutans að kasta rýr á úttektina. Undir þetta rita Njáll Ragnarsson og Elís Jónsson. Þá kemur önnur bókun. Eftirfarandi bókun var lögð fram af fulltrúa D-lista. Úttektin staðfestir yfir allan vafa að fjárhagsáætlanagerð og vinnubrögð við framkvæmd við fiskveiðina stóðust með öllu og voru á engan hátt óeðlilegar líkt og bæjarfulltrúar H- og E-lista hafa ýjað að. Niðurstaða minnisblaðsins er að heildarkostnaður sé 35,5
umfram áætlun eða 6,2% framúrkeyrslu. Athygli vekur að úttektaraðili lætur hjá líða að taka með í útreikninga sína viðauka sem samþykktur var í bæjarráði þann 21. desember 2016 upp á 37 milljónir vegna framkvæmda í fiskveiðinni. Þar var fært fjármagn milli liða þar sem að framkvæmdir ársins 2016 voru töluvert innan fjárhagsáætlana það árið. Undir þetta sat þann bæjarráðsfund og hefur gögn sem staðfesta þennan viðauka við fjárhagsáætlun. Sé tekið tillit til þess lögmætt staðfesta viðauka af hálfu bæjarráðs var heildarkostnaður við verkið 1,5 milljón undir fjárhagsáætlun eða rétt rúmum 0,2% undir fjárhagsáætlun. Það hafa bæði fulltrúar minnihlutans og meirihlutans óskað eftir umræðu og það er Guðmundur Ásgeirsson. Forseti, fulltrúar gestir, vil mér leyfa fyrst að leggja fram bókun. Hún er svona: meginniðurstöður KPMG á framkvæmdum við fiskveiðina eru þær að undirbúningur kostnaðaráætlunar hefði mátt vera markvissari, sem á framkvæmdaáætlun og áætlun um nýtingu hússins, þar sem dregin hefði verið fram áætlaður kostnaður og áætlaðar tekjur í því skyni að undirbúa fjárhagsáætlun sveitarfélagsins á hverjum tíma. Auk þess hefði eftirlit með framvindu verkefnisins mátt vera markvissari þannig að tryggt hefði verið að bæjarstjórn hefði forsendur til að bregðast við frávikum frá fjárheimildum með samþykkt viðauka. Þá liggur fyrir að þó nokkur frávikur frá samþykktri fjárhagsáætlun ásamt viðaukum eða allt að 54%. Fram kemur í minnisblaðinu að samtals nema fjárhagsáætlanir með viðaukum framkvæmdir í fiskihúsinu 574 milljónir króna á árunum 2015 til 2018. En raunkostnaður var 609 milljónir króna á sama tímabili. Meirihluti bæjarstjórnar vill leggja áherslu á að vandað verði til verks við undirbúning framkvæmda á vegum bæjarins og að bæjaryfirvöld bæti vinnubrögð og áætlanagerð þegar fjárfrekar framkvæmdir er að ræða. Hægt er að draga lærdóm af athugasemdum KPMG á framkvæmdum við fiskveiðina og hafa þær í huga við áætlanagerð í framtíðinni. Megin markmið með úttektinni var að draga lærdóm af þeim athugasemdum sem endurskoðandi bæjarins gerir og tryggja að bæjarstjórn sé vel upplýst kostnað framkvæmda á vegum bæjarins. Þakka Guðmundi Ásgeirssyni fyrir og óska eftir umræðu og minnihlutanum Trausti Hjaltason Geirsson. Forseti, fulltrúar gestir. Þetta mál er alveg kostulegt og það er í raun og veru punkturinn yfir í að hér skuli síðan vera lögð fram bókun þar sem er verið að tala um að það sé hægt að draga lærdóm af niðurstöðu minnisblaðsins. Og bókunin er nokkurn veginn niðurstaða minnisblaðsins og niðurstaða minnisblaðsins er í raun og veru engin og ekkert nema huglagt mat og ekkert fast í hendi eða hún er bara eitthvað loft. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum. Og ef það er einhver lærdóm sem er hægt að draga af þessu, þá er það sá lærdómur að þegar það er verið að leggja til að fara í svona úttekt í ráði, að þá er ekki ráðist í úttektina fyrir en það er búið að samþykkja það að fara í úttektina af bæjarstjórn. Líkt og var gert í þessu máli, þá var byrjað á úttektinni áður en það var búið að samþykkja að fara í úttektina. Það er kannski einn lærdómur sem við getum dregið af þessu. Annar lærdómur sem við getum dregið af þessu er að vaða ekki fjölmiðla og vera að gaspra einhverja vitleysu án þess að vera búin að kynna sér málið og að koma fram sem fulltrúi bæjarins í fjölmiðlum og tala um að það hafi verið svakaleg framúrkeyrsla og það sé nauðsynlegt að passa upp á það að endurtaki sig ekki. Svo kemur niðurstaðan 6,2% framúrkeyrsla en að vísu er þarna einn viðauki upp á 37 milljónir þannig að niðurstaðan er að þetta stóðst nánast upp á punkt og prik 0,2% undir áætlun
og síðan í niðurlaginu talað að það hefði geta verið markvissari staðið að þessu og að það hefði legið fyrir einhver áætlun nýtingu á húsinu. Í þessari úttekt var ekki talað við neinn sem gerði áætlun nýtingu á húsinu. Ég veit að minnst ákvæmst ekki til þess. Það var ekki rætt við þá bæjarfulltrúa eða bæjarstjóran sem fór ferðina þegar það var verið að fara yfir áætlun nýtingu á húsinu. Það var ekki rætt við neinn af þeim bæjarfulltrúum sem var að áætla hvað þetta gera þarna í húsinu. Þetta lá allt saman fyrir og var alveg skýrt. Og í raun og veru það sem ótrúlegt í þessu öllu saman að þetta gekk upp allt, bæði fjárhagsáætlunin og áætlunin hvað þetta gera þarna í húsinu, og í raun og veru vonum framar og í raun og veru miklu betri en nokkur maður þorði að vona. Og núna sitjum við bara uppi með stór orð í fjölmiðlum. Það búið að kasta rýrð á þetta góða og spennandi verkefni sem eitt af jákvæðasta sem í gangi í sveitarfélaginu. Og þessi framganga hjá fulltrúum H og E-lista með ólíkindum. Og ég skil ekki hvað mönnum gengur til og vera síðan að bæta núna punktinn með í með þessari áætlun, með þessari bókun sem lögð hérna fram. Og síðan vil ég spyrja fulltrúa E-lista hvort að hann sé ennþá sammála flokkssystkinum sínum sem að greiddu hér atkvæði gegn því að setja fjármuni í framkvæmdir í fiskiðjunni, hvort að hann sé ennþá á þeirri skoðun að það hafi verið röng ákvörðun að fara í fiskiðjuna, hvort að hann sé sammála flokkssystkinum sínum að vera á móti framkvæmdum í fiskiðjunni. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Orðið laust áfram undir þessum 7. lið fundargerð bæjarráðs nr. 399. Helga Kristín Kolbens. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Auðvitað á ætíð að ganga þannig til verka að það sé þetta sé vönduð vinnubrögð og það sem að þessi úttekt eins og kom í bókuninu áðan frá meirihluta að þá á að leggja lærdóm að þessari úttekt hjá KPMG. Þannig að mér langar nú að vita hvort það sé búið að laga eitthvað verklagsverðlana við framkvæmdir hjá bænum, liggja einhverja umbóta áætlanir hvernig verði staðið að eftirliti með framkvæmdum og hvernig verði farið í framkvæmdir. Kannski að bæjarstjóri geti upplýst mig það hvort að það sé búið. Og síðan eru spurningar sem mér finnst það þetta frávik alltaf 54% sem kemur fram í úttekt KPMG að hvort það sé búið að spyrja endurskoðendurna þeir tala sem Trausti nefndi í sínu máli að það var viðauki við fjárhagsáætlun þannig að munurinn er ekki nema 0,2%. Hvort það sé búið að leita upplýsingar hjá endurskoðendum hvers vegna þessi viðauki ekki tekin með í töflunni. Það væri spurning sem væri líka gott að fá frá bæjarstjóra hvort það hefði verið gerð fyrirspurn með það. Það svona stakk mig dálítið mikið að það væri talað í texta en ekki í töflu. Þannig að það talaði í textanum að það sé þessi viðauki en síðan aldrei talað hann í töflunni. Þannig að það vantar. En langar að leggja bara fram bókun að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna harðlega þau vinnubrögð sem höfð voru uppi í þessu máli og gera eftirfarandi athugasemdir við umrædda úttekt á framkvæmdum við fiskiðjuna. Í fyrsta lagi farið var að stað í úttektina áður en að samþykki bæjarstjórnar lá fyrir.
Slík vinnubrögð eru í besta falli ólýðræðisleg en í versta falli ólögleg. Í öðru lagi, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vekja athygli á því að úttekt tekur ekki með í útreikninga sína í viðauka sem var samþykktur í bæjarráði þann 21. desember árið 2016 upp á 37 milljónir í framkvæmdir við fiskiðuna. Samkvæmt þeim gögnum heildarkostnaður við verkið 1,5 milljón undir fjárhagsáætlun eða rétt rúmum 0,2%. Ekki 6,2% yfir líkt og kemur fram í niðurlagi úttektarinnar. Og ber því vitni markvissa, nákvæma og góða áætlanagerð í jafn viðamiklu verkefni og uppbygging fiskveiðireitsins hefur verið. Í niðurlagi úttektarinnar segir að undirbúningur verksins og eftirlit hefði getað verið markvissara. Niðurstaða úttektarinnar því ómælanleg, huglæg og þar með óvísindaleg. Því ekki hægt að draga ályktanir né byggja framtíðarmarkmið á henni. Úttektaraðilar taka fram að áætlun nýtingu hússins hefði mátt vera markvissari en ræddu ekki við þá aðila sem höfðu forystu stefnumótun verkefnisins og framkvæmd þess og þar með framtíðarnýtingu húsnæðisins. Það telja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins verulega gagnrýnivert. Og undir þetta ritum við, en ég vann með tvær spurningar. Það var hvort það sé búið að gera umbótaáætlun byggð á þessari úttekt við aðrar framkvæmdir bæjarins og í öðru lagi hvort það hafi verið komið fram athugasemdum við KPMG hvers vegna þeir tala þessa samþykkt í texta en setja það ekki inn í töflu. Takk. Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Orðið laust undir þessum 4. lið. Nei, 7. lið fyrir ekki. Það var Hildur ekki búin að biðja hann. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Á fundi bæjarráðs númer 3099 bókaði Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi eftirfarandi texta í sinni seinni bókun. Með leyfi forseta. Ég ætla ekki að lesa fyrirhlutann, heldur kem ég hérna inn í miðja bókunina. Athygli vekur að úttektaraðili lætur hjá líða að taka með í útreikninga sína viðauka sem samþykktur var í bæjarráði þann 21. desember árið 2016 upp á 37 milljónir vegna framkvæmda í fiskiðunni. Það var fært fjármagn milli liða þar sem framkvæmdir ársins 2016 voru töluvert innan fjárhagsáætlunar það árið. Undirritaður sat þennan bæjarráðsfund og hefur gögn til að staðfesta þennan viðauka við fjárhagsáætlun. Sé tekið tilliti þess lögmætt staðfesta viðauka af hálfu bæjarráðs var heildarkostnaður verkið 1,5 milljón undir fjárhagsáætlun eða rétt rúmum 0,2% undir fjárhagsáætlun. Tilvitnun lýkur. Byrjum á þessari fyrstu línu sem lætur hjá líða. Nú hefur bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins líka komið inn á það að það vanti ýmislegt, að þeir hafa ekki tekið með, KPMG hafa ekki tekið með viðaukann. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason segir að endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar hafa látið hjá líða að taka ákveðnar upplýsingar inn í úttektina. Þannig það eru 2 bæjarfulltrúar búnir að, ég ætla ekki að segja saka, en búið að ýja að því hér í ræðustól að KPMG hafi ekki tekið þau gögn með sem þeir ættu að taka með í úttektina og það væri gjarnan gott bara að heyra hvers vegna bæjarfulltrúarnir telja að það sé gert. En ég skil ekki alveg hvað bæjarfulltrúin samt á við, af því að ég ræddi við endurskoðanda bæjarins, KPMG, og þeir standa við minnisblaðið og ég ætla að fá að halda hérna aðeins áfram, af því að hér vísar
bæjarfulltrúinn í þessari bókun, bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason, í viðauka frá bæjarráðsfundi nr. 3040. Fyrir hluti viðaukans snýr að því að það er verið að fjalla rekstrarviðauka út af auknum launakostnaði sem var gerður upp á tæplega 179 milljónir hjá samstæðinni, en í seinna hlutanum er fjallað fjárfestingar ársins og ég ætla aftur að fá að lesa upp úr fundargerð bæjarráðs með leyfi forseta. Og ég ætla að fara aftur í seinni, þetta er svolítið löng bókun, þannig ég ætla að fara bara í seinni hlutan, sleppa rekstrarviðaukanum. Ekki er að ræða breytingar á heildarfjárfestingum ársins en gert er ráð fyrir tilfærslu á milli liða. Til að mynda eykst fjárfestingi á hafnarsjóði 20 milljónir, fráveitu 25 milljónir, en á móti kemur að tilfallandi kostnaður á árinu vegna annarra framkvæmda hefur verið lægri. Heildarframkvæmda kostnaður hjá eignasjóði verður því innan við það sem gert var ráð fyrir þó tilfærsla verði á milli liða. Bæjarráð samþykki viðaukann. Þetta er viðaukinn sem vitnað er til í bókuninni. Og í bókuninni talar Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi það að hann sé með gögn sem sýnir fram á það að þessi viðauki hafi verið samþykktur. Það er ekki talað fiskiðuna í viðaukanum. Það er ekki talað 37 milljón krónur tilfærslu þó hún sé á milli liða. Og það kemur ekkert fram það að í þessum viðauka hafi verið samþykktar tilfærslur til fiskiðunar á 37 milljónir. Það er ástæðan fyrir því að viðaukin er ekki tekin inn. Það er talað að farið inn á tölur 20 milljónir hjá hafnarsjóði, það talað 25 milljónir hjá frávitunni. Af hverju eru 37 milljón krónur tilfærslan ekki nefnt hjá fiskiðun í þessum viðauka? Þegar maður les þennan viðauka sem bæjarfulltrúinn vísar til, þá stendur ekkert fiskiðuna í honum. En þá langar maður að koma aðeins að seinni hlutanum að því það er mikið talað þetta ógurlega, hvað þetta var afskaplega ómögulegt og hræðilegt að kaupa sérfræðiþjónustu. Af hverju er svona rosalega slæmt fyrir sveitafélag að kaupa sérfræðiþjónustu? Aðkeypt sérfræðiþjónusta í formi úttekta, skýrsla, álits eða ráðgjafar er nauðsynleg þegar rekstur sveitafélags er að ræða. Enda hefur Vestmannaeyjabær keypt þess konar sérfræðiþjónustu fyrir á bilinu 2,5 til 17,5 milljónir á ári á síðastlínu kjörtímabili. Það er eðlilegt og rétt að leita eftir óháðu mati, ráðgjöf eða sérfræðiþjónustu líka árið 2019, alveg eins og gert hefur verið undanfarin kjörtímabil hjá Vestmannaeyjabæ. Sem dæmi ráðgjöf sem Vestmannaeyjabær hefur leitað til var að í bæjarráði 2015 í mars þá er í lið 2 í fundargerð þá er talað það að það þurfa að fara í hagræðingaraðgerð fyrir 2016 og það þurfa að skoða ýmsa liði og meðal annars er tekið upp að það þurfa að skoða samstarfi við SAS og Vestmannaeyjabær og það er verið að skoða allt það sem er hægt og bara eðlilegt öllum steinum velt við og það er farið fram á það við bæjarstjóra að hann geri einhvers konar greiningu á því hvernig hvað sé þetta að gera og hvernig þessu samstarfi sé háttað og hverju sé að skila bænum. Mjög skiljanlegt. En hann meðal annars fyrir að skoða hættasamstarf við SAS og það hefur oft komið upp og þegar var hætt á tímabili. Það er ekki formlega í bókunni en það bara vill þannig til að ég var í umræðinni þegar þetta var og þetta var rætt. En það tók heilt ár að fá þetta aftur inn í bæjarráð af því þetta kemur í mars 2016 aftur inn í bæjarráð. Og þá er þetta kynnt af bæjarstjóra og þá voru menn orðnir nokkuð ánægðir í rauninni með, það var orðin ákveðin eðlisbreyting vegna þess að það er ýmislegt breytt í starfseminni á SAS, meðal annars var komin fulltrúi í þekkingarsetrið sem staðsettur í Vestmannaeyjum og búið að gera samning. Þannig menn svona bökkuðu svolítið út úr þessu sem var að fara á stað með í upphafi en þarna kynnti bæjarstjóri þessa niðurstöðu árið seinna en þarna var keypt sérfræðiráðgjöf. Það var keypt sérfræðiráðgjöf með virðisauka fyrir 1 milljón til þess að fara í gegnum þetta eðlilega. Það þurfti að fara í gegnum rosalega mikið af gögnum og það var ekkert endilega hægt að setja það á starfsmenn bæjarskrifstofunnar. Það eru margar svona skýrslur, greinargerðir og annað sem keypt hefur verið og ég ætla ekki að finna þetta einustu. Þær voru örugglega keyptar vegna þess að þurfti á því að halda. Ég hef ekki neina trú á því að neinn
sem situr við í svona aðstöðu að þurfa að leita sér greiningar og upplýsingar til að geta tekið ákvarðanir, og það að við eigum hér í bókun fyrir bæjarfulltrúa Trausta Hjartarson að eitthvað fólk í Reykjavík sé að gera einhverja skýrslur sé ómögulegt. Þetta er til í bæjarráðsbókunni, man ekki hvort hún tengir straumbúðum eða KPMG útgjöldinni. Það eru önnur borð. Og ég bara, þú veist, við erum ekki sérfræðingar í öllu og það hefur verið leitað sérfræði á stað og við eigum bara að gera það áfram. Það er bara eðlilegt fyrir okkur sem sveitarfélag. Og svo er bara lítið dæmi með Capacent, við höfum keypt þjónustukönnun og það hefur nú ekki verið neitt styrr það, en það er að kaupa svona grunnkönnun og 2014 kaupum við grunnkönnuna, 2015 kaupum við grunnkönnuna pluss aðra könnun, þannig við tvöföldum 2015, 16 og 17 tvöföldum við kostnaði með kannanirnar, við keyptum bara einfalda núna. Þetta kemur ekki inn í bæjarráð og er ekki tekið í bæjarráði. Það er nefnilega þannig að sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins þá get ég tekið ákvarðanir að fara í allavegna úttektir og kannanir og allt ef ég tel þess þurfa, vegna þess að það eru lyklar sem að samþykkt af bæjarfulltrúum í fjárhagsáætlun til þess að fara í svona þætti. Og það eru mörg dæmi og ég get alveg komið hérna upp og eftir og talið upp þar sem svona kannanir, skýrslur hafa verið gerðar án þess að þær séu samþykktar í bæjarráði. Mjög mörg. Ég meina, það var keypt ráðgjöf hjá Analytica 2017-18 fyrir 5,1 milljón sem tengist Herjólfi. Mjög eðlilegt hafa verið að greina að vera að biðja rekstraráætlanir og annað, flókið ferli. Það er bara mjög eðlilegt að þessi farið í svona úttektir eða kannanir eða skýrslur þegar menn ætla að taka stórar ákvarðanir líka. En bæjarfulltrúi Hildur Sólveig er að hvísla hérna hvaða stóru ákvarðanir, til dæmis það ætla að gera að fara í einhverja breytingar inn á hraunbúðum, gera eitthvað þar, tókum ákvörðun að fara í líka til þess að koma til móts við mannskapinn, að fólki sem vinnur þar, að fara í greiningu á því hvort það verður að gera eitthvað þar, og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins fögnuðu þeirri úttekt þó þrátt fyrir þeir hafa verið á móti henni, á fögnuðu því sem kom út úr henni, tóku undir bókunina með okkur hér á síðasta bæjarstjórnarfundi. En fiskjaðan er verkefni sem tekist hefur vel og það er hárrétt það sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjartarsonar að fiskjaðan er bara flott verkefni, en það er kannski eitthvað sem við ættum frekar að vera að velta fyrir okkur hér. Að það er ekkert óeðlilegt við það að menn setja spurningamerki þegar vera að fara á stað með nýja framkvæmdir ef það er ekki alveg vita hvert á að fara og hvað á að gera. Og það er ekki óeðlilegt að við til dæmis sem hópur, við sem sátum að minnstakosti málþingið sem var haldið á vegum Vestmannaeyjabæjar, það sem voru mjög margir góðir fyrirlestrar, þar átti ég gott samtal við Tryggva Hjaltason á eftir, sem talar það að honum finnst ekki spurning að við förum ekki með bæjarskrifstofurnar á 3. hæðina, heldur stækku við þekkingarsetur. Þetta er kannski eitthvað sem við sem bæjarstjórn þurfum að fara að velta fyrir okkur. Og það hafa margir, og ég veit að fleiri bæjarfulltrúar hafa fengið þessa spurningu, hvort að við séum að velta þessu fyrir okkur. En minn punktur er sá að sveitarfélög þurfa að leita sér að sérfræðiþjónustu og það á ekkert að vera eitthvað annað að gera það 2019 heldur en það hefur verið undanfarin ár. Og svo endingu svo ég svari spurningum sem að Helga Kristín var með. Já, Helga, það er ekki búið að vinna úrbótaáætlun en það kom í ferli með formanni Hafna framkvæmdaráðs og framkvæmdastjóra sviðsins að setjast niður og fyrsti hlutin í því verður, og ég get sagt þér frá því, það er að það verður skilað eins og til dæmis með kirkjugerði, það er farið fram á, það verður skilað svona minnisblaði það hvernig framkvæmdin gekk, hvað þeim mátt gera betur, þú veist hvað þurfa að varast, hvað klikkaði hjá okkur, hvað gekk vel, þannig við erum allan komið með það, en það er verið að vinna á því að breyta þessu verkferlum líka áætlanagerðinni og þeir eru munu komið hugmyndir að því og það mun fara fyrir ráðið. Ég var búin að svara þessu varandi viðaukann, ég gerði það. Íris Róbertsdóttir fyrir, fleiri bæjarfulltrúar taka til máls, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, líkt og bæjarfulltrúar Trausti kom inn á þá er þetta kostulegt mál. Og það eru svo margir kostulegir fletir á þessu máli að ég var hérna á tímabili að velta upp hvort að maður hefði hreinlega þurft að óska eftir lengdum ræðutíma í ljósi eðli málsins.
Hins vegar að þá vil ég taka hérna fram að líkt og bæjarfulltrúi Trausti kom inn á, að þá mál númer 1 það, og þetta mál var rætt og reifað í bæjarstjórn og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagðist þar gegn þessari úttekt, en hún var farin af stað og farið fram hjá samþykktum sveitafélagsins, sannarlega, þar sem ávallt á að bíða samþykki bæjarstjórnar ef að mótatkvæði kemur fram í bæjarráði. Og það sem hjákátlegt var líka að bæjarfulltrúi óskaði eftir upplýsingum, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins óskaði eftir upplýsingum úttektina, og þá var í rauninni svarið þannig að því miður myndi hugsanlega ekki vera hægt að ná að leggja niðurstöðu úttektarinnar fram á næsta bæjarstjórnarfundi sem var einmitt sá bæjarstjórnarfundi þar sem átti að samþykkja umrædda úttekt, eins galið og það er. En þetta auðvitað eitt af þeim mýmörgu dæmum þar sem við höfum verið að sjá merki ólýðræðislega stjórnsýsluhættin í meirihluta. En við skulum láta það liggja á milli hluta að sinni, við erum orðin nokkuð vön. Farið í þessa úttekt og gífuryrði líkt og hefur komið fram hér í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni og aðdróttanir verkferla við framkvæmdina látnir falla í fjölmiðlum af hálfu meirihluta bæjarstjórnar grafalvarlegar framúrkeyrslur. Og að sama skapi var þögn og afskiptaleysi bæjarstjórnar hvað máli varðar ærandi. Þetta mál var ótrúlegt að fylgjast með í fjölmiðlaumfjöllun. Og ég ætla rétt að vona, líkt og bæjarfulltrúi Helga Kristín kom hérna inn á, að dregin verði lærdóm, líkt og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom inn á, að dregin verði sá lærdómur. Að menn vandi sig í fjölmiðlaumfjöllun. Þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli. Hér orðspor heils sveitafélags að ræða. Núverandi meirihluti tekur þá meðvitið ákvörðun að tala niður þetta framfara skref, þetta ótrúlega tækifæri sem Fiskiðjan hefur fært okkur niður, í stað þess að nýta það Vestmannaeyjum til framdráttar. Úttektin tilbúin og niðurstaðan komin. Og ég verð að viðurkenna að ég hef á mínum hátt í 10 ára ferli í stjórnmálum sjaldan ef aldrei fengið jafn loðna og huglæga niðurstöðu í hendurnar. Eftirlit og undirbúningur hefði getað verið markvissari. Þetta á bókstaflega við allt í heiminum. Það getur alltaf allt verið markvissara. Þetta huglægt. Og líkt og bæjarfulltrúi Helga Kristín kom inn á því algjörlega óvísindalegt. Og það sem mælanlegt virðist vera að mínu mati og okkar mati snúið út úr með því að skilja eftir samþykktan og löglegan viðauka. En þrátt fyrir það, setjum það einnig út fyrir sviga. 6,5% framúrkeyrsla, vissulega yfirkeyrsla, en í ljósi umfangsverkefnisins að þá tel ég það ekki vera grafalvarlega framúrkeyrslu að ræða. Og ég eins og bæjarfulltrúar sem hafa komið hér á undan, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vill einnig gagnrýna það að í úttektinni talað markvissari áætlun nýtingu húsnæðisins, samt sem áður ekki verið að ræða við þá aðila sem voru stefnumótandi í málinu og þekktu króki og kima þess allra best. Mér finnst það mjög skrítið að fá ekki afstöðu eða setja sig betur inn í málið en svo. Það þykir mér í besta falli skrítið. En skrítið og ekki skrítið. Þegar við horfum tilbaka þá það kannski ekkert sérstaklega skrítið hvernig meirihluti og þá ef til vill sérstaklega formaður bæjarráðs hefur horft við Fiskiðjun. Bæjarfulltrúar Eyjalistans voru mótfallnir verkefninu frá upphafi. Þeir bókuðu að ekki ætti að fara í endurgerð Fiskiðjunar árið 2015. Heldur ætti að verja fjármununum frekar í að byggja við hraunbúðir án þess þó að fyrir lagi framlag úr framkvæmdasjóði aldraðra. Í dag, 4 árum síðar, stendur hér, sem við getum hort á hér út gluggann, stórglæsileg fiskiði á besta stað í bænum. Ný uppgerð og útbeld af frábærum verkefnum og hæglega hefði verið hægt að fylla hana fleiri verkefnum. Efasemdir Eyjalistamanna hafa verið í það áttina að sjálfstæðismenn hefðu ekki vitað hvað þeir væru að gera. Hefðu farið í verkefnið en áætlun nýtingu hefði mátt vera markvissari. Áætlun nýtingu var á þennan máta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðu trú á samfélaginu í Vestmannaeyjum.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins töluðu samfélagið í Vestmannaeyjum upp en ekki niður. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vörðu öllum sínum kröftum fyrir samfélagið í að sækja með kjafti og klóm spennandi verkefni á borð við háskólanám í haftengdri nýsköpun og uppfylla bjarta framtíðarsýn í stað þess að horfa með rörasýn í gegnum aftursýn í spegilinn í örvæntingarfyllri leit að einhverju ryki til að þyrla upp. Takk. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls undir þessa lið? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, munum er hér heitt í hamsi eðlilega, enda málefnið graf alvarlegt. Og það er í rauninni alveg grátbroslegt að fylgjast með sjálfstæðismönnum koma hérna upp, hver að fætur öðrum og segja sömu hlutina. Þeir hafa verið á móti þessu verkefni alveg frá því upphafi og það er náttúrulega ekki þess að vænta að þeir munu samþykkja þetta hérna í dag. Því að það má nefnilega ekki alltaf skoða fortíðina, þetta var ekki alltaf. Gagnrýni þeirra hefur í fyrsta lagi snúist það sé ekkert að marka úttektina hjá KPMG. Þar hafi menn einhver annarleg sjónarmið að leiðarljósi, beiti vísvitandi blekkingum til þess að láta þetta allt líta illa út og túlka síðan niðurstöður KPMG upp á nýtt, algjörlega upp á nýtt, þvert á allt það sem endurskoðandinn heldur fram, vegna þess að það er ekki hægt að treysta endurskoðandum. Í öðru lagi að þá sannfæra þeir sinn söfnuð að allt standist upp á punkt og prik. Áætlanir og ákvörðunartakan hafi verið til mikillar fyrirmyndar þvert á það sem endurskoðandi kemst að í skýrslu sinni. Og í þriðja lagi þá kostar þetta svo mikla peninga að nú fer bæjarsjóður endanlega á hausinn. Enn ein úttektin, sagði einhver. Meiri hlutinn er nefnilega svo úttektaglaður að í raun þyrftu að láta gera úttekt á öllum úttektunum sem við erum búin að gera. Og það er gaman að skoða fundagerðir aftur í tíman til að mynda að tala bæjarfulltrúinn Trausti Hjaltason það hvað skiptir miklu máli að halda því til haga að bókfærður kostnaður við fiskveiðina séu 326 milljónir, kostnaður sem er reyndar 600 milljónir. Við vitum meira í dag en við gerðum þá og reyndar er það svo að sjálfstæðismenn eru steinhættir að tala 326 milljónir í dag. Og ég ætla að nefna eitt. Fulltrúi minnihlutans í bæjarráði, hann talar það að það væri betra að sleppa þessu úttektarvesinni og einbeita sig þess í stað að gera bæinn okkar að betri búsetukosti fyrir barnafjölskyldur. Og ég get ekki séð að þetta þurfi að vera annarkvort eða. En tökum þá til dæmis að gera bæinn okkar að betri búsetukosti fyrir barnafjölskyldur. Við getum gert það til dæmis með því að ráða æskulýðs íþrótta- og tómstundafulltrúa sem að þetta fólk hérna var á móti að gera. Við getum gert það með því að afnema vísitölutengingu leikskólagjalda sem hér voru hæstu leikskólagjöld á landinu áður en þessi meirihluti tók við. En þið voruð á móti því. Það er nefnilega þannig að það er allt meira og minna í augum sjálfstæðismanna ólýðræðislegt, ómögulegt og svo framvegis og flest gert til að knésetja sveitarfélagið með óþarfa útgjöldum, úttektum, bruðli og vitleysu. Og meira segja leggjast menn svo lágt að vilja fá vinnuskýrslur og kreditkorta yfirlit bæjarstjóra vegna þess að sá er sennilega að bruðla með almannafé og hann og allt annað við getum tekið þá umræðu síðar. Og til þess að bíta höfuðið að skömminni er skólameistari framhaldsskólans, bæjarfulltrúinn Helga Kristín Kolbeins, send út af örkinni til þess að kæra mig og bæjarstjóra til ráðuneytis sveitarstjórnarmála sem þeir treysta ekki heldur nota bene. Vegna þess að það að vilja fara með ákvörðunina inn í bæjarráð og taka hana þar í staðinn fyrir að gera það þegjandi og hljóðalaust í anda fyrrverandi meirihluta, það var þeim ekki að skapi. Og þá þarf að beita réttaríkinu til að stöðva það. Markmiðið með svona úttekt, markmiðið með öllum svona úttektum er að læra af athugasemdum frá fagmönnum sem kunna að koma fram. Niðurstaða úttektarinnar er sú að ýmislegt er í ferlinu sem betur hefði mátt gera og ráði sem ber að hafa eftirlit með fjárútlátum sveitarfélags ber að taka ábendingum, gagnrýni, niðurstöðum skýrslna og svo framvegis alvarlega. Ég ætla að gera það. Og til þess að enda þetta þá langar mig út af því ég náði ekki alveg spurningunni frá bæjarfulltrúnum Trausti Hjaltasyni
Hann spurði mig hvort ég væri sammála með hann Stefáni Óskari Jónasinni hérna áðan, en ég náði ekki alveg hvað hann sagði, þannig að ég myndi óska eftir að myndi endurtaka spurninguna. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Við athygli á því að við erum búin að ræða þetta mál hátt í hálftíma og ef bæjarfulltrúar nýta sér áfram 3 mínútur þá getum við talað það í 20 mínútur viðbót. Þannig að ég hvet bæjarfulltrúa í stað þess að huga því að það átt að lengja ræðutíma að vera markvissari þá í þessari umræðu. En orðið er ennþá laust. Það er að hafa bæjarfulltrúar hér komið upp einu sinni og hafa tækifæri eitt viðbót. Helga Kristín Kolbeins, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég vil byrja á að svara Njáli Ragnarssoni að það er enginn sem sendir mig eitt eða neitt út á örkinni. Ég var aftur á móti mjög leið þegar að það er búið að ákveða ferla einhverju máli. Þannig að maður hafði ekkert það að segja í bæjarstjórninni, máli sem átt að fjalla í bæjarstjórninni og mér finnst bara allt í lagi að fá bara álit á því hvort að það hafi verið í lagi eða ekki, einmitt til þess að við getum lært það. Og aftur með þessa úttekt að það talaði að það farið í úttektina til að geta lært það. Og líka það voru gífurleg gífuryrði sem voru með í fjölmiðlum og þetta voru nú 150 milljóna framúrkeyrsla og þetta kemur í framhaldinu, skulum ekki taka þetta út úr samhengi, þetta kemur út úr umræðu þar sem verið að tala í öðrum sveitarfélögum, gífurlegar umframkostnað á verkefni. Og þannig að mann mætti halda þannig að við máttum ekki vera minni, það hljóta að vera líka umframkostnaðar hér. Tala að við treystum ekki endurskoðendum. Það er annað mál að tala og spyrja hvort það hefur verið gerðar athugasemdir við úttektir í stað þess að tala að maður treyst ekki. Og það stingur mjög mikið og hún kom nú með skýring á því hún bæjarstjóri núna áðan af hverju þetta hefði ekki verið sett inn í töfluna. Það er ekkert talað það í þessari úttekt, þessu minnisblaði, en það líka er það kannski ekki mjög langt, en það er talað með leyfi forseta, í þessu minnisblaði frá endurskoðunarskrifstofunni, þá er talað með leyfi forseta, eru þó ekki með þetta 37 milljónir sem voru samþykktar sem viðauki við fjárhagsáætlun 2016. Þannig að og það kom fram hjá Írisi að það hefði vantað alveg inn í þennan viðauka að sundurgreina verkefnin. Þannig að það hefði kannski þurft meiri skýringar þar á, en það er ekki fjallað þetta inn í töflunni. Þetta stakk mig mjög mikið í þessu minnisblaði. Akkurat af hverju þessar 37 milljónir væri ekki taldar með inn í töflunni. En samt sem áður þá er umframkeyrslan 6,2%. Og við þurfum bara að meta það sjálf hvort okkur finnist það ásættanlegt eða ekki. Hvað er eðlilegt að framkvæmdir við svona gamalt hús, hvað áætlanir ná vel utan það. Ég held að það hljóta að vera til einhverju töflur það og væri gaman að vita það og það kannski kemur fram í þessu verklagi, þessu breytta verklagi sem á að gera í framkvæmda hafnaráði, hvað er eðlilegt að gera ráð fyrir miklu fráviki. Og síðan er það náttúrulega í sambandi við nýtinguna á húsnæðinu að það hafi ekki verið alveg nógu gott. Og þá er líka spurningin með þessar breytingar sem verða á verklaginu vonandi, að það verða þá bara gefnar út skýrslur, það verður ABC, hvernig á að nýta hitt og þetta. En ég frábið með það að það sé verið eitthvað að gera mér upp, það sem ég geri og hvað ég tala, að ég standa algjörlega sjálf við það. Helga Kristínu Kolbeins
Þorbergs fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Hér hefur ýmislegt komið fram varðandi þetta. Það er rétt að þetta minnisblað er nú ekki langt og líkt og hér hefur komið fram þá er niðurstaðan ansi loðinn. Það kemur hins vegar ekki fram í niðurstöðinni og til þess að svara spurningu bæjarstjórans að það kemur fram í minnisblaðinu að það séu ekki taldar með þessar 37 milljónir króna sem að fjármálastjóri og sveitarfélagsins meina hafa verið samþykktar sem viðauki í fjárhagsáætlun 2016. Ef að þær eru teknar með, þá eru þessi 54% sem eru töluð í niðurstöðinni breytast þau í 12% og þá breytast þessi 6,2% úr mínus 6,2% í plus 0,2%. Þannig að það er alveg eðlilegt að það sé gerð athugasemd við þetta og það er líkt og bæjarfulltrúi Hildur kom hér inn á, þá spyr maður sig, ok, ef við tökum þá út fyrir sviga þennan viðauka, þá er samt niðurstaðan 6,2% og þá spyr ég, talandi að vera að leggja okkur bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins orð í munn að við höfum talað að það myndi setja bæjarsjóð endanlega hausinn við að fara í úttektir eða kaupa einhverja þjónustu, við höfum aldrei sagt það og mér finnst þetta bara að bera vott hroka að koma svona fram og hins vegar vil ég spyrja, gæti það verið að það hafi verið rétt að það hafi ekki átt sér stað svakaleg framúrkeyrsla líkt og formaður bæjarráðs hélt fram í fjölmiðlum og mér finnst niðurstaðan bara vera alveg skýr. Þessi úttekt var algjörlega óþörf. Það er ekkert í þessari úttekt sem að við getum tekið með okkur eitthvað svakalegan lærdóm eða eitthvað. Ekkert nema bara aðdragandanlega hvernig er ákveðið að fara í úttektina. Það er kannski lærdómi sem er hægt að draga af þessu öllu saman og síðan kemur bæjarstjóri hér upp og talar að hún hafi vald til að fara í úttektir og kaupa ráðgjafarþjónustu. Það er alveg rétt. Og það hefur verið gert og það er bara eðlilegt. Hins vegar er hér verið að ræða ákvörðun sem er tekin í ráði að fara hér í úttekt og líta í baksýnisspegilinn eins og allar aðrar úttektir sem að þessi meirihluti hefur farið í, þá er verið að líta alltaf í baksýnisspegil. Það er verið að fara í úttektir á einhverju sem er búið að gera. Það er verið þá að fara í úttekt á því hvernig var ákveðið að fara í niðurfellingu, taka ákvörðunum varðandi niðurfellingu á fasteignaskatti. Það farið í úttekt á því hvernig var tekin ákvörðunum með hvað þetta gerir fiskiðin. Hér er verið að líta í baksýnisspegil. Varðandi spurninguna sem að bæjarfulltrúi Njáll bað mig að bera upp aftur, þá var það alveg sjálfsagt. Spurningin var hvort að hann væri sammála flokkssystkinum sínum í Eyjalaustunum sem að greiddu atkvæði gegn því að veita fjármunum í framkvæmd við fiskuna árið 2015 og líkt og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig kom hér inn og þá svo sem fór hún yfir það. Þannig að það var einfaldlega spurningin. En þetta mál, það er augljóst að það var ekkert óeðlilegt eða það var ekkert einhver subbuskapur í gangi eða eitthvað. Þvert á móti, það var allt í toppstandi og í niðurstöðunni líka talað að það hefði verið hægt að útskýra betur hvað átt að gera í húsinu og annað slíkt. Og af hverju, ef þetta er eitthvað óljóst, bæði þetta með þessar 37 milljónir og hvað átt að gera þetta, af hverju þá ekki talað í þessari úttekt, fyrst að var nú verið að fara í úttekt á annað borð og þetta skiptir máli. Af hverju var þá ekki talað við fólkið, annarkvort sem sat á þennan fund til að vera ákveða með hennar viðauka, eða þá fólkið sem að tók ákvörðun hvað ætti að gera í húsinu. Af hverju var ekki rætt við það fólk og fengið einhverja skýringar og það hefði verið auðsótt.
Trausta Hjaltarsyni fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að bregðast við hérna því sem að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltarsson sagði hérna áðan, að þessi meirihluti væri alltaf að líta í baksýnisspegilinn, allar úttektirnar snéru að því sem væri búið, og svo taldi hann upp eitthvað tvennt. Hann sleppti því að tala um frumkúðir sem hann var á móti. Það er ekki að líta í baksýnisspegilinn, það er að sjá hvað við getum gert, og Trausti Hjaltarsson var ekki á síðasta fundi, en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tóku undir bókunina með okkur þá og fögnuðu því, fögnuðu úttektinni, voru ánægðir með niðurstöðurnar í henni. Það er klárlega til að nýta inn í framtíðina og getur hjálpað okkur mikið og gott tæki fyrir framkvæmdastjóra og þá aðila sem stýra heimilinu og framkvæmdastjóra sviðsins. Skýrslan sem að varðandi skýrslunum sem við erum að láta vinna af loðnubrest og var samþykkt í bæjarstjórn, það er ekki að líta í baksýnisspegilinn, það er að taka hlutina svolítið og vera undirbúin undir það ef að við lendum aftur í svona áfalli. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltarsson og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sátu hjá við þá afgreiðslu, en einn bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sagði að svona skýrslu gerði ekkert gagn. Þannig þær eru nú ekki allar að líta í baksýnisspegilinn, en ég held að það sé líka bara mikilvægt að stundum þarf maður að skoða það sem maður hefur gert áður til þess að læra því, og bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins benti á það hér áðan að við getum örugglega lært eitthvað líka, þessi meirihluti, og við munum alveg gera það. Við getum öll bara lært af því, maður þarf ekki að vera viðkvæmur fyrir því, að því við hljótum bara öll að vera mannleg. En mér finnst leiðilegt að eins mikið og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltarsson bókaði þessa blessuðu hraunbúðarúttekt, þá lítur hún nú að muna eftir því að hún var nú svona til að líta til framtíðar og hvernig við ætlum að hafa þetta í framtíðinni. Þannig mér finnst bara gott að leiðrétta það hér. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Orðið er enn laust undir þessum lið. Fleiri bæjarfulltrúar taka til máls. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúi, gestir. Já, ég tel það væri forvitnilegt að fá svar við spurningu hans Trausta, og vil ég bara taka undir þá fyrirspurn hvort eins sem hann lagði og lagði fram. Og ég bara vil kannski bæta við hana, bæta hans við spurninguna. Hvort að formaður bæjarráðs telji verkefnið að hafa farið í endurgerð fiskiðjunnar þvert á vilja Eyjalistands hafi verið óheillaskref, og hvort hann telji að umrædd úttekt hafi skilað mikilli jákvæðri innspýtingu inn í samfélagið okkar, og hvort hann telji kannski ennþá að þetta hafi verið graf alvarleg framúrkeyrsla. Það væri gott að fá svör við því. Já, ég ætla að fá að leggja bókun hér fram. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili tóku rétta ákvörðun með því að leggjast gegn tillögu bæjarfulltrúa Eyjalistands, sem á fundi bæjarstjórnar þann 17. febrúar 2015 lögðu til að ekki yrði farið í endurgerð fiskiðjunnar. Í dag, rúmum 4 árum síðar, hefur fiskiðjan verið endurgerð og í miðbænum er risið glæsilegt húsnæði sem hýsir margvíslega fræðastarfsemi, atvinnustarfsemi, íbúðir og griðarstað hvala sem á sér engan líkan á jarðkringlunni. Ánægjulegt er að skammsýni Eyjalistands hafi ekki fengið að ráða för hvað þetta mál varðar. Það er með öllu móti óásættanlegt að núverandi meirihluti bæjarstjórnar hafi gengið fram í þessu máli líkt og raun bar vitni.
þar sem fjármunum sveitarfélagsins og dýrmætum tíma starfsmanna þess hefur verið sólundað. Í viðtölum við fjölmiðla, bókunum meirihluta og orðræðu á opinberum fundum hafa bæjarfulltrúar H og E-lista kosið að sveipa einu mesta framfaraskrefi sveitarfélagsins undanfarinna ára tortryggni skugga í stað þess að baða það þeim ljóma sem því sæmir. Heilindi og verk, kjörinna fulltrúa, embættismanna og verktaka sveitarfélagsins voru því dregin í efa að fullkominni ósekju. Undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúa taka til máls undir þessum 7. lið í fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja 399. Þetta er búið að vera töluverð umræða og við athygli bæjarfulltrúa á því að ég hef sýnt sveigjanleika í því að þeir hafa fengið að tala lítið lengur heldur en tímið er líka. Þetta því athygli, Njáll Ragnarsson, og svo vel. Forseti, ég ætla að vera kjarnyrtur að vanda. Fyrir það fyrsta, gríðarleg framúrkeyrsla, sagði ég, lét ég hafa eftir mér. Upplýsingarnar sem þá lágu fyrir voru á þá veg að eins og Trausti Hjaltason enda tekur fram í bæjarráði með leyfi forseta miklu máli skiptir að halda því til haga að bókfærður kostnaður nýframkvæmda hússins er í dag 326 milljónir. Síðan les maður það að talan sé komin upp í 600 og hvað er það? Við getum notað okkar eigin lýsingarorð til að lýsa því. Það er svo sem var kannski asnalega orðað hjá mér að Helga Kristín Kolbeins, bæjarfulltrúinn Helga Kristín Kolbeins hefði verið send út á gerð út af örkinni eða send út af örkinni til þess að kæra mig til ráðuneytisins. Ég biðst afsökunar að hún hafi verið send út en vissulega kærði hún mig til ráðuneytisins. Síðan spyr Trausti Hjaltason hvort að það hafi verið, hvort ég sé sammála fyrrverandi bæjarfulltrúa Stefáni Óskari Jónassyni og Jórunni Einarsdóttur Jóhannu Ýr að ég hef ekki viljað fara í þessa framkvæmd og ég hef aldrei á ævinni sagt það að ég sé á móti þessu húsi fyrir starfsemi sem er þar. Það verður aldrei verið haft eftir mér, að minnsta kosti hef ég aldrei látið það út mér finnst þetta hús vera til mikillar prýði og Hafnarsvæðið alltaf verða hið allra glæsilegasta. En ég held að til þess að svara þessar spurningu þá held ég að ég kannski fá að vitna bara í fulltrúa Eyjalistans í framkvæmd á Hafnaráði á síðasta kjörtímabili þar sem að hann segir að það sem ekki liggur fyrir hvernig að nýta í húsnæði í framtíðinni tel ég rétt að fresta þessu verkefni og flytja fjármagni frekar til hrumbúða. Nú þegar við höfum þessa skýrslu við getum að þá mótmælt þessu. Mér langar til þess að slaufa þessar umræðu á því að lesa hérna upp stutta bókun fyrir hönd okkar í meirihlutanum og hún er svohljóðandi, með leyfi forseta. Það verður að teljast í besta falli sérstakt að minnihluti bæjarstjórnar vilji ekki taka mark á niðurstöðum KPMG það sem betur hefði mátt fara við áætlanagerð við framkvæmdir í fiskiðunni í stað þess að kasta rýrð á úttektina sem endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar vann. Úttektin er skoðun á verklagi en ekki mat á verkefninu sjálfu, enda er fiskið í húsið glæsilegt og komið með margþætt hlutverk í dag. Aðkeypt sérfræðiþjónusta í formi úttekta, skýrslna, álits og ráðgjafar er nauðsynleg þegar rekstur sveitarfélags er að ræða, enda keypti Vestmannaeyjabær þess konar sérfræðiþjónustu fyrir á bilinu 2,5 til 17,5 milljóna síðasta kjörtímabili. Það er eðlilegt að leita eftir óháðum mati, ráðgjöf eða sérfræðiþjónustu á árinu 2019, alveg eins og gert hefur verið hjá Vestmannaeyjabæ undanfarin kjörtímabil. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Nú hafa flestir bæjarfulltrúar tekið til máls tvisvar. Ég tel að þessi umræða sé að vera tæmd. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Trausti Hjaltason.
svara mér við. Jú. Forseti bæjarfulltrúa kannski bara hér að fá að bera af mér sakir þar sem að bæjarfulltrúi Njáll talar að það sé mikill munur á því sem að ég bókaði og í niðurstöðu þessa minnisblaðs. Bara benda bæjarfulltrúanum á að í bókun er talað nýframkvæmdir hússins sem ekki sami hlutur og heildarframkvæmdir og einnig vorum við ekki að ásaka bæjarfulltrúa Njál, bara svo að það komið fram, við vorum ekkert að ásaka hann eitt eða neitt varðandi fiskveiðina, heldur vorum við bara að leggja fram spurningu sem að hann svaraði. Ég þakka Trausta Hjartarsyni fyrir Íris Róbertsdóttir skjálfsvar. Bæjarfulltrúar og gestir, það er rétt. Í minnisblaðinu er talað um nýframkvæmdir fyrir 321 milljón sem er raunin, en eins og bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson mannsins og eftir úr umræðunum í bæjarráði að þá vildi hann meina að þetta væri sá kostnaður sem væri tilfallin fyrir utan aðra hæðina, en hún var bent á það að það væri fallin kostnaður á fyrstu hæðina og þriðju hæðina og þannig svo síði haldið til haga þá er það tiltekið sér í og það er líka teljast nú til nýframkvæmda. Ástæðan fyrir að þessi lykill kallaður nýframkvæmd er að fyrst í byrjun var húsinu ekki skipt upp í bókhaldi bæjarins. Það var allt bókað inn á einn lykill, þangað til endurskoðandi gera athugasemd við það að þurfti að skipta því á hverja hæð og það var bara með menn voru ekki alveg vissir, þeir voru í utanhúsframkvæmdum og öðru, en það er ekki, nýframkvæmdirnar við húsið er ekki bara það sem bókað er nýframkvæmdir. Heldur eru líka nýframkvæmdir, þó þú takir aðra hæðin út fyrir sviga, eins og bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson vildi gera á þessum tíma, þá er fyrsta og þriðja hæðin eru líka tölur sem að telja drjúgt þarna inn. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir. Ég held að það séu komið hér sjónarmið allra í þessu, þannig að við ljúkum þessari umræðu. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessum 7. lið gefið mér atkvæðamerki. Þeir sem eru samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Þeir bæjarfulltrúar sem eru á móti gefið atkvæðamerki. Það eru 3 bæjarfulltrúar á móti. Þessi liður er samþyktur. Þá eru að liði 2-3, 5 og 7 sem liggja fyrir til staðfestingar. Við bæjarfulltrúar að gefa atkvæðamerki sem eru því samþykkur. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í 7. lið í þessari dagskrá sem er fundagerð umhverfis- og skipulagsráð. Það er fundur 304. Bæjarfulltrúar voru búin að áskila sér rétt til þess að fjalla og ræða þessa fundagerð þar sem hún barst ekki alveg á réttum tíma. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa fundagerð. Þannig að allir liðir undir í því. Það er engin bæjarfulltrúi. Þá tökum við þessa liði 1-9 í fundagerðinni til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem er samþykkir gefa atkvæðamerki. Það sé bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í almenn erindi. Það er 8. mál umræða samgöngumál. Mér hefur hreinlega bara lást eitthvað hérna að skrifa hjá mér. Voru ekki fulltrúar og beggja minni og meirihluta, ef ég man rétt. Og leita hérna í gögnunum hjá mér. Já, við ætlum að komast í gegnum þennan fund helst á þess að taka fundar hér. Þannig að
Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Við höfum ekki farið varhluta að því, hvað ég var bara að segja, í allan vetur. Það voru svo langur tími þar sem að, hvað ég var að segja, tilraun til dýpkunar Landeyjahafnar hefur staðið yfir. Og nú loksins er búið að opna höfnina. Hún opnaði 2. maí, ef nú var óskandið að vera 2. maí síðastliðinn. Og staðan er þannig að ég hef haldið bæjarráði upplýstu. Það varð ákveðin vendipunktur í þessu máli á páskadag þegar Dísan var hér bundið við bryggju þegar gaf til dýpkunar í Landeyjahöfn, sem var náttúrulega algjörlega óboðlegt öllum, sérstaklega okkur Vestmannaeyingum, en auðvitað líka Vegagerðinni sem var með á í vinnu. Og það var tekið og verklagi var breytt, og þeir bæjarfulltrúar sem sitja í bæjarráði vita það að ég hef sent á þá reglulega skýrslur og upplýsingar hvernig staðan er. Ég sendi á hverjum degi á vegamálastjóra og hann Orra sem er mælingamaður og svona fylgist með og er tengiliður við björgun hjá Vegagerðinni, upplýsingar hvað er nýtt og hvað er framundan. Og ég sendi á bara núna í dag upplýsingar það að, eins og þið hefur ekki sjálfsagt séð, að Sóley er á rifinu, hún átti að klára í dag. En ég er búin að fara fram á það að hún fari ekki í burtu af því þó eftir að taka af svæði 7 sem er sitt megin við garðana þar sem sandur safnast, og ef það yrði mjög vont veður þá gæti þetta farið fyrir og inn í hafnarmynnið. Af því auðvitað eru þeir ekki búnir að hreinsa allt eftir vetur þó það sé búið að opna fyrir Herjólf. Staðan er þannig að þeir ætla að mæla, eru annaðhvort að mæla núna eða að fara á eftir. Það átti að mæla í dag og við erum að fá mælinguna snemma. Skipstjórnir á Herjólfi vilja fá mælingu af því það spáir leiðilegu veðri á sunnudaginn, vilja bara vera vissir bara hvernig staðan er og eru menn að horfa svolítið til rifsins, en það er búið að ganga mjög vel eins og við höfum fengið í skýrslum, en auðvitað er ekki búið að mæla. En samkvæmt skýrslunum sem við höfum fengið að þá hefur gengið vel að dýpka. En það er náttúrulega, við getum náttúrulega ekki lýst í hversu miklu máli þetta skiptir fyrir samfélagið okkar að það sé hægt að fara 7 ferðir. Að við séum ekki fara 2 ferðir í langar siglingar. Þetta er bara daginn sem að höfnin opnaði bara lifnaði bærin við. Og það er kannski svolítið það sem að við höfum margoft bókað og höfum búið gæfi til að vera sammálum hér í bæjarstjórninni. Þetta skiptir okkur öllu máli og þetta er gríðarlega mikilvægt að við förum ekki inn í annað svona tímabil, og það er skilningur hjá Vegagerðinni og hjá ráðherra á því að við getum aldrei, og ég segi aldrei, aftur búið við þær aðstæður sem við byggum við í vetur. Þessi dýpkun var og ekkert gekk. Gátu ekki að opna höfnina eftir 2 mánuði. Ég kallaði ekki að opna höfnina þeir ekki ennþá í rauninni búnir að klára. Og við erum komin inn í maí. Þannig að, og þessi tímabil, það sem ég hef lagt mikið upp úr, er að þessum tímabilum sem samþykkt voru á sínu tíma, þessum dýpkunartímabilum, að þeim verði eitt. Við getum ekki látið bjóða okkur upp á það að sé ekki dýpkað frá 15. nóvember til 1. mars. Og það verður baráttumálið okkar núna, og málið er það daginn sem höfnin opnaði þá sendi ég tölvupóst á og spurði hvernig framhaldið yrði. Þannig við þurfum bara að halda þeim, og bæjarráð mun gera það, halda þeim vel við efnið, þannig að við gefum engan afslátt á því þó að sé búið að opna höfnina, að þessi hlutir þurfa að ganga. Og svo náttúrulega býðum við auðvitað alltaf frétta af Herjólfi, og það eru viðræður í gangi, og það eru náttúrulega alltaf einhverja fréttir í fjölmiðlum og svona sem eru svona stundum misvísandi, en staðan er bara þannig að ég er allavega ennþá á þeim stað að ég bind mikla vonir við það að við séum bara bráðum að fá þetta skip. Þannig að, en ég er allavega eins og staðan er núna óbóðslega glöð með það að þessi höfn sé opin og það sé verið að sigla 7 ferðir, og það gengur vel. Það þurfti að fella eina ferð daginn af því að Sóley var ekki búin að dýpka á rifinu, og ég var mjög ósátt við það að skipið hafi ekki getað komið daginn áður og tekið þetta, fyrst að það stemdi í það að þyrfti að loka, en þá var Sóley óvart í slíp. Það voru þau svör sem ég fekk þegar ég spurði af hverju skipið var ekki komið. Já, nú brosir bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason þegar Sóley var í slíp. Og Dísan þurfti aðeins að fara í viðgerð en er komin aftur. Þannig að við erum að fylgjast vel með þessu, og bæjarráð veitir Vegagerðinni mikið aðhald í þessu, og við munum gera það áfram líka sem bæjarstjórn. Og mig langar að lesa upp bókun, og ég tók mig bessaleyfi að skrifa bæjarstjórn, en við getum bara byggt í meirihluti bæjarstjórnar ef
ef að það er ekki allir, vil ekki allir vera á bókuninni. Bæjarstjórn lýsir ánægju með að loksins er búið að opna Landeyjahöfn. Höfnin opnaði 2. maí síðastliðinn, en er þó unnið að dýpkun og hreinsun hafnarinnar eftir veturinn. Það er lykilatriði fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum að Landeyjahöfn sé opin. Hvort farnar eru 7 ferðir á dag eða 2 breytir öllu. Það er mikilvægt að horfa til framtíðar varðandi Landeyjahöfn. Því ber að fagna þingsályktunartillögu þingmanna Suðurkjördæmis sem lögð var fram í vikunni að óháðri úttekt á höfninu verið flýtt og henni lokið í desember 2019. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Orðið er laust ennþá undir þessum 8. lið umræðum samgöngumál. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Trausti Hjaltarsson, fyrir svo vel. Steipaði fulltrúar gestir. Já, það hefur ýmislegt gert síðan á síðasta bæjarstjórnarfundi að minnsta kosti sem betur fer og sem betur fer er farið að sigla í Landeyjahöfn sem eru eðli málsins samkvæmt mikið fagnaðarefni og ég verð þá bara leiðréttur ef ég fer með rangt mál en ég held að það hafi ekki gerst í Vestmannaeyjum að það hafi verið siglt svona oft marga daga í röð 7 ferðir á dag eða að minnsta kosti á svona löngu tímabila sem er að sigla 7 ferðir á dag hér milli lands og eyja á Herjólfi og það er auðvitað eitthvað sem er búið að vera að berjast fyrir lengi og við viljum sjá áfram og sömuleiðis er kannski vert að nefna það að það er líka ánægjulegt að íbúar hér þurfa ekki að leggja fram fjármuni inn á afsláttarkort og geyma það þar heldur fæst núna 50% afsláttur bara strax sem er líka gott fyrir íbúa hér þannig að það eru jákvæðir punktar í þessu en auðvitað er maður gríðarlega svekktur að það skuli ekki vera komið ennþá nýja skipið sem er tilbúið og strandar á mannanna verkum samningagerð milli Vegagerðarinnar og skipasmíðastöðvarinnar og hefði maður auðvitað vilja vita kannski meira stöðuna þar en það er auðvitað við höfum kannski fengið frekar takmarkaðar upplýsingar við í bæjarráði höfum verið að leita svara og bæjarstjóri hefur verið að halda okkur upplýst dýpkun og svona gangmála í höfninni það er fínt að fá þær upplýsingar og bæjarfulltrúar allir eru auðvitað að fylgjast vel með og reyna að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að þrýsta á að þarna sé allt gert sem hægt er að gera og því spyr maður líka kannski hvað er það sem á hverju strandar það sé hægt að lengja dýpkunartímabili Íris-talar með það sem núna okkar áherslumál kannski hversu bjartsýn er bæjarstjórinn að við náum því ekki að tíminn er naumur og tíminn líður hratt þannig að við þurfum auðvitað að það er gríðarlega mikilvægt að við förum ekki aftur inn í svona vetur þar sem við erum í þessari stöðu við erum með verktakar sem er með þessi afköst sem eru ekki fullnægjandi svona miðað við þær aðstæður sem eru þarna og þessa tímaglugga sem við höfum til dýpkunar þá er þetta ekki fullnægjandi afköst og sömuleiðis að þegar þessi gluggar koma og utan þessa dýpkunartímabils sem er núna það er að segja fyrr, til dæmis í janúar og febrúar voru dagar sem hefði verið hægt að dýpka og meira segja í desember þannig að þetta eru gluggar sem við viljum auðvitað nýta líka til dýpkunar og síðan er lagð hér fram bókun þar sem er tekið undir það að fara í úttekt á Landeyjahöfn og ég vil bara leggja áherslu á það að það skiptir svona rosalega miklu mál hvað kemur út úr þessari úttekt og við þurfum að tryggja það að Landeyjahöfn er núna það hefur verið talað að Landeyjahöfn sé heilsárshöfn og við þurfum að tryggja það að Landeyjahöfn verði heilsárshöfn að það sé barist fyrir því að það sé tryggt að hún verði heilsárshöfn hér áfram þannig að það sé haldið áfram að einhverju viti að gera eitthvað til þess að hún verði heilsárshöfn
og þá auðvitað óttast maður það að eitthvað annað kom út úr úttektinni. Þess vegna var ég ánægður þegar ég las greinargerðina með þessu að það sem talað að það sé mikilvægt að Landeyjahöfn sé heilsárshöfn og þess vegna kannski það þarf að fara svolítið vel með þetta allt saman og það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur hvað kemur út úr svona úttekt. Vonandi kemur eitthvað gott út úr henni en það er líka vant með farið það sem kemur út úr henni. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Það eru tveir búin að óska eftir að taka til máls. Hann voru á mjög svipuðum tíma en ég held að benda svo bæjarfulltrúa á hvorn annan, þannig að ég þarf að skera úr því að Njáll Ragnarsson gjör svo vel. Allt fallið í ljúfan löð hér, forseti, aftur eftir hitamálið hérna síðast. En hérna ég tek alveg heils hugar undir með Trausta Hjaltasyni að það er alveg mjög jákvætt að allir þingmenn kjördæmisins, utan reyndar þann sem er samgönguráðherra sem að eðli málsins samkvæmt getur ekki verið með í þessari þingsályktun þar sem að hún beinist gegn honum. En hann hefur nú sýnt það að hann stendur ekki á honum að fara í þetta. Ef til vill kemur í ljós að þetta sé hægt og það þurfa að gera eitthvað við garðana eða það þurfa að gera einhvers konar breytingar á höfninni og þá bara vitum við það. Svo óttast maður að það komi kannski út að það sé bara hreinlega ekki hægt að laga hana. Ég vil nú reyndar ekki trúa því, ég neita að trúa því. Það á að vera hægt að laga höfnina en það að sé verið að fara að skoða það með hvað hætti það verði gert að það er mjög jákvætt og í rauninni eitthvað sem að bæjarstjórn Vestmannaeyja og bæjarráð hafa bæði barist fyrir í rauninni alveg síðan í fyrra vor og ef til vill eitthvað lengra sem ég náttúrulega man ekki eftir. Varðandi nýja skipið að þá hef ég engar áhyggjur af því að þessu nýja skipi verði ekki siglt til heimahafnar í Vestmannaeyjum þó að það strandi á einhverju þrætu þeirra skipasmíðamanna og vegagerðarinnar. En þá held ég að sé mikilvægt að við treystum vegagerðinni og þeim aðilum sem verða að semja fyrir hennar hönd. Það er unnið og eins og Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri kom hérna inn á áðan að þá hefur bæjarráðinu verið haldið mjög vel upplýstu um þessa stöðu. Eðli málsins samkvæmt eru þetta mjög viðkvæm mál sem að fara fram á milli þessara aðila og trúnaður sem að þarf að ríkja slíkt sem er náttúrulega bara eðlilegt en ég vil segja það henni vegamálastjóra og vegagerðinni það til og telja henni það til tekna að þau hafa haldið bæði bæjarstjóra og bæjarráðinu í Vestmannaeyjum mjög vel upplýstum stöðu þessara mála og við leggjum okkar traust á það að vegagerðin sé að vinna í því að ná þessu skipi heim. Það hefur tafist og það tefst ef til vill og vonandi ekki mikið lengur en ég held að það sé mikilvægt að við treystum þessu fólki til þess að sigla þessu skipi heim eins og við treystum til þess að smíða skipið. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Helga Kristín Kolbens, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég þakka bara upplýsingar. Það er að bíða smá stund. Og ég gleðst að það sé byrja að ræða við vegagerðina að fella niður þessi dýpkunartímabil. Ég fagna líka þessari þingsályktunartillögu sem á að svara þessum spurningu hvernig er best að framkvæma hlutina þarna í Landeyjahöfn þannig að hún sé heilsárshöfn. En ég hef svolítið áhyggjur af núinu. Og núið, það er búið að semja við verktakann að hann heldur áfram að dýpka þannig að hönnunardýpi er náð.
við vitum það. En þá það sumardýpkunin. Hvað gerist ef það gerir vont veður núna í júní eða júlí? Hverjir koma þá að dýpka? Ég veit að það á að fylgjast vel með þróun dýpisins í höfninni, en við verðum, en mér langar bara að spyrja bæjarstjóra, búið að ræða það við Vegagerðina hvort við fáum flýtið meðferð við dýpkun í Landeyjahöfn í sumar, ef að svo ber undir að það fer að mókast sandur inn í sumar. Og svo náttúrulega bara vonandi að nýja ferjan fara að koma, en ef ekki, að þá þarf Vegagerðin náttúrulega bara að huga að því hvaða skip við ætlum að fá til að leysa Herjólf okkar af. Hann þarf að fara í slipp. Það hægt að draga það fram á vor 2020, vonandi verður nýja skipið komið þá, en við þurfum samt að vera að huga að þessu strax. Að því við erum að tala bætta áætlanagerð, við þurfum alltaf að hafa A, B, C. Þannig að hvort að vegamálastjóri sé eitthvað farin að huga að þessu. Þannig að bæjarstjóri, þannig að ef þú getur svarað mér hvort það væri eitthvað með þessa sumardýpkun, hvort við fáum eitthvað forgang þar og hvort það sé farið að huga að ef svo ólíklega stæði til að við fáum þetta ekki fyrir bara mjög seint, hvort við fáum þá aflýsingarskip. Takk. Helga Kristín Kolbens fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, það sannarlega satt það sem kemur fram í máli bæjarstjóra að við í rauninni erum að lifa núna í öðru samfélagi en við gerðum fyrir mánuði síðan. Þetta algjörlega svart og hvítt. Samfélagið vaknar af dvala og ég hugsa að andleg vellíðan mikils meirihluta íbúa sveiflist eflaust að einhverju leyti í takt við samgöngunar okkar og klárlega mætti vonir standa til að mörgum sé létt og sannarlega mér létt. Maður sér það þegar maður gengur bæinn, bara núna í dag fór ég í hádeginu niður á Höfn og það mikið líf víða. Við sjáum það í íþróttakappleikjunum að hér mikil aðsókn, fólk að fara bæði að fylgja IBVF upp á land í mikilvæga leiki og það að koma gestir til okkar. Söfnin, það mikil munur, við sáum í fjölmiðlum að á nokkrum dögum að koma í tekjur til fyrirtækja, sömu upphæðir og jafnvel að koma hvað mánuðum skiptir. Þannig að þetta klárlega lífæðin okkar, samgöngurnar, og það skiptir öllu máli í hvaða höfn við erum að sigla. Varðandi upplýsingaflæði, það hefur verið talað hér að upplýsingaflæði sé gott. Ég persónulega hefði kosið að upplýsingaflæði væri betra. Mér finnst það óásættanlegt að bæjarfulltrúar séu að lesa í fjölmiðlum sama hversu ótímabær frétta umfjöllun en þá finnst mér það miður að bæjarfulltrúar séu að lesa stefnubreytingar í okkar langstærsta hagsmunamáli í fjölmiðlum. Mér þykir það miður og ég hef trú á að þetta sé hægt að bæta og við getum verið betur upplýst og vonandi verður það svo. Það ánægjulegt að heyra líka að mér skildist að það hefur verið gert samkomulag við Björgun að dýpkun færi fram á nóttunni eftir að áætlun skipsins lokið til að trufla ekki áætlun, sem mjög gott að heyra. Og það líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta, verulega ánægjulegt að sjá alla þá þjónustu aukningu verða staðreynd sem að búið var að boða með því mikla hagsmunamáli sem yfirtaka á ferjunni
sem yfirtaka á Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi og hefur verið. Við erum að sjá, líkt og bæjarfulltrúi Trausti kom inn á, hagræði fyrir fjölskyldur að þurfa ekki að vera að punga út fleiri tugum þúsunda við það að vilja skjótast í bæjarferð. Við erum að sjá það að það er verið að bregðast við, það er verið að fara í nætursiglingar og ánægjulegt að sjá að verkefnið er að fara vel af stað og verður gaman að fá að fylgjast með verkefninu vaxa og dafna enn frekar. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins vil ég leggja til smá breytingatillögu við bókunina og fá að leggja fram eftirfarandi viðbót við bókunina, en að það myndi þá koma á eftir. Bæjarstjórn leggur áherslu á að afar mikilvægt sé að hvergi verði hvikað frá þeirri kröfu að Landeyjahöfn sé og verði heilsárshöfn. Mikilvægt er að gera sig grein fyrir því að niðurstaða þessarar úttektar er samfélaginu afar mikilvæg og getur skipt sköpum framtíð Landeyjahafnar. Krafan er og verður alltaf sú að Landeyjahöfn verði heilsárshöfn. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Íris Róbsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Geisli er að mæla núna og þeir fóru ekki með lóðsinn. Geisli getur farið svona nær görðunum og það. Við náum víðari mælingu, þannig að það er jákvætt, þannig að það er stolt að vera stöðutaka höfnina núna. Og að sjálfsögðu er það þannig að Björgun er ekki búin að ná því magni sem þeir eiga að ná, þannig Björgun á að vera við dýpkun talsvert lengur og ég hef spurt vegamálastjóra oftar en einu sinni út í þetta sem þú ræddir, Helga, varðandi það að hvort að skipið kom ekki ef að á þarf að halda á svona, og ég hef alltaf fengið þau svör að þetta sé forgangsverkefni. Þannig að við munum aldrei láta neitt annað gerast heldur en það, að þetta sé forgangsverkefni, vegna þess að staðan er þannig núna út af eftir þessar breytingar. Þegar Björgun fékk þetta verk að þá er Björgun í rauninni dýpkun aðilinn á Íslandi og Vegagerðin er eiginlega eini aðilinn sem er að bjóða þetta út. Þannig að þeir hljóta að geta leyst það sín í milli. Að minnsta kosti hefur vegamálastjóri sagt það við mig að Landeyjahöfn sé forgangshöfn. Og enda þó það nú væri. Við búum á eyju og við verðum að geta farið þarna á milli. En varðandi það sem bæjarfulltrúi Hildur Sólveig kom inn á hérna áðan að það væri ánægilegt að væri verið að dýpka á nóttunni. Þeir hafa gert það frá 1. mars. Þeir dýpka líka við daginn. Þeir taka alltaf hennan 1,5 tíma sem er á milli. Þeir fara alltaf út. Þeir eru ekki í 12 tíma pásu. Dísan er í hafnavinnunu þó það sé verið að sigla, en það reynir að því hann er svona stólpum, hann getur ekki verið þegar verið að sigla því að hann er ekki skip, hann er bara svona prammi sem er settur niður og það er ekki hægt eiginlega að vera að vinna á honum á nóttinni. Þannig að hann gat verið á svæðunum til hliðar við rennuna eftir að fara að sigla, en við getum ekki notað hann meðan við erum með þessa áætlun í gangi. Þess vegna eru Reynir og Pétur farnir, en þeir áttu að leysa ákveðin verkefni fyrir utan höfnina sem að Sóley á að klára, þannig að við þurfum að fylgja því eftir að það verði klárað. En varðandi það að koma inn á það hvað bærinn okkar breytist mikið, þá er það bara gott dæmi með safn sem Vestmannaeyjabær rekur og heitir Eldheimar, að hálfur mánuður í apríl sama innkoma kom inn á hálfum degi fyrsta daginn sem Landeyjahöfn opnaði. Þetta eru náttúrulega bara skuggalega tölur og þetta er bara mæling sem við höfum. Þetta var fyrsti dagurinn sem höfnin opnaði. Þetta var bara 2. maí. Fyrir hádegi var komin jafnmikil innkoma og í hálfan mánuð í apríl. Þannig við getum ímyndað okkur áhrifin á alla ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum. Þannig að þetta er, en bara við þurfum að vera á tánum, en þessi tímabil, það er náttúrulega alveg galið að það skuli vera tímabil og ég var bara, ég er alltaf jafn hissa, en ráðherrann samt sagði hér á stórum opnum fundi í haust að hann myndi fara með okkur í þessa vinnu og það er vinna í gangi í Vegagerðinni. Þau eru með okkur í því og við höldum þeim með efnið að þessi tímabil fari út.
En Vegagerðin þarf aukið fjármagn vegna þess að þeir eru ekki með fjármagn í þessi dýpkunartímabil. En ráðherra er búinn að segja það að hann sé tilbúinn að eyða þeim, þannig að við gerum náttúrulega ráð fyrir því að hann átti sig á því að við þurfum fjármagnið. En auðvitað erum við alveg klárlega bara, og bæjarráð er bara, verður alveg á þessu. Og það er líka þannig að ég bara varðandi skipið, ég hef búin að nefna það, ef að vestu aðstæður kæmu upp, þá er ég búin að undirstinga vegamálastjóra með það, að þeir verða að hafa eitthvað plan B. Það er bara þannig. En minnstakosti þá, hún náttúrulega auðvitað tók undir það, en menn horfa bara til þess að við séum að fá nýtt skip. En það átta sig allir á því að það þarf að gera einhverjar ráðstafanir ef ekki verður úr því. Og ég bara, eins og ég segi, ég er bara það bjartsýn að ég bara vona að skipið sé að koma. En á meðan við siglum 7 ferðir og höfnin er opin, þá er mann örlítið rólegri í nokkra vikur, sko. En við verum ekkert rólega endalaust. En þá held ég sé búin að svara þeim spurningum sem var beint til mér. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum 8. lið umræðu samgöngumál? Já, við erum bara einu minútu. Talaðu bara með jól. Þetta er bara að gleysa. Nei, þú bara fær með þetta hérna. Þú reddar þessu. Njáll Ragnarsson. Nei, þú bara talaði. Það var nú hugmyndin að reyna að komast í gegnum þennan fund án þess að við værum að taka fundarhlé. Það heyrist nú öllu að það sé verið að sjóða saman hér, já, vonandi síðustu bókunina. Já, ekki vona á að það verði bókanir í síðasta málinu, dagskrá bæjarstjórnarfunda. Já, vona á að við klárum þetta á næstu 2-3 mínútum. Það er sannarlega rétt, ég hef svo sem ekki tjáð mig mjög mikið en kannski nýti tækifærið meðan að tjá mig örlítið samgöngumál, þetta er nú reyndar að koma allt saman. Þannig að kannski er þetta óþarfi en ég tek undir með öðrum bæjarfulltrúum, það er náttúrulega mikill munur þegar er farið að sigla Landeyjahöfn. Það sást sannarlega á fyrsta degi, það iðaði bærinn og tölurnar tala sínu máli við innkomu og söfnum og öðru í því. Það voru hér fréttir með þess að líka að það voru veitingastæðir sem voru búin að undirbúa sig undir þennan mikla straum sem yrði þegar fyrstu siglingar hæfust Landeyjahöfn. En það dugði ekki til. Það þurfti að koma með fleiri birgðir á þessa veitingastæði. Því lík var aðsóknin og í einhverju tilvikum að koma oftar en einu sinni, þannig að þetta segir nú svolítið mikið hvað þetta gerir fyrir okkur. Þannig að ég held að það sé ástæðan fyrir því að hér er lögð mikil áhersla á að reyna að sjóða saman þessa síðustu bókun, þannig að þetta sé eins vel frá þessu gengið og komi fram okkar vilji í þessu. Og í mínum huga þá var alltaf að tala að höfnin yrði heilsárshöfn, þannig ég bara get ekki ímyndað með það að einhverjum detti það í huga að það sé eitthvað stefnubreyting á því. Það þarf sjálfsögðu að leysa úr þessum vanköntum sem hafa verið. Þeir eru svo sem voru ekki að byrja í ár, þeir eru búin að vera í nokkur ár og meira og minna frá opnum hafnarinnar. Ég fagna því, ég finn fyrir auknu vilja hjá Vegagerðinni og ég fagna því. Þannig að Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, ég vil þakka gríðarlega góða fundarstjórn forseta sem var mjög einharður í þeirri ástöðu að hér ætti ekkert að gera neinn fundarhlé. En meðan við vorum að sjóða saman þessa bókun sem er eins og allar bókanir samgöngumál sameiginlega allra bæjarfulltrúa,
og hljóðar þá svo, ég ætla að fá að bera hana upp þá alveg komplett. Bæjarstjórn lýsir ánægju með að loksins búið að opna Landeyjahöfn. Höfnin opnaði 2. maí síðastliðinn en þá unnið að dýpkun og hreinsun hafnarinnar eftir veturinn. Það lykilatriði fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum að Landeyjahöfn sé opin. Hvort farnar eru 7 ferðir á dag eða 2 ferðir breytir öllu. Það mikilvægt að horfa til framtíðar varðandi Landeyjahöfn. Því ber að fagna þingsályktunartillögu þingmanna Suðurkjördæmis sem lögð var fram í vikunni að óháðri úttekt á höfninni verði flýtt og henni lokið í desember 2019. Niðurstaða úttektarinnar afar mikilvæg og getur skipt sköpum framtíð Landeyjahafnar. Krafan og verður alltaf sú að Landeyjahöfn verði heilsárshöfn. Þetta samt flott. Takk. Bæjarstjórn einróma á bak við þessa bókun. Við bæjarfulltrúum að kvitta undir hana svo í framhaldi, en þá held ég að 8. lið sé hér með lokið og við förum í 9. lið sem dagskrá bæjarstjórnarfunda. Það var sent út með fundargögnum. Það tillaga að seinka næsta bæjarstjórnarfundi sem áætlaður var 20. júní næstkomandi viku til 27. júní næstkomandi og ástæður fyrir því eru fjölmargar. Það eru miklir viðburðir í kringum afmæli og goslokin. Afmælishátíðin stendur þarna hæst í kringum goslok og það jafnframt hefur verið tilkynnt í fjölmiðlunum að hvalirnir að koma í þessari viku sem áætlaður var bæjarstjórnarfundur. Það má búast við miklu annríki þar í kringum það. Þannig að þetta tillagan sem fylgir þá að seinka fundinum viku og jafnframt þá lögð fram tillaga næstu fundi og það þá áfram síðasti fundur fyrir sumarfrí 11. júlí 2019, fyrsti fundur eftir sumarfrí 29. ágúst 2019, það fundur 27. september, það fundur 31. október, það fyrri umræðan fjárhagsáætlun, það fundur 5. desember, það seinni umræðan fjárhagsáætlun og svo fundur á nýju ári 2020, fyrsti fundur 23. janúar. Þannig að þetta drög og áætlun fyrir bæjarfulltrúa til þess að geti skipulagt sig og ég tel það fyllilega eðlilegt, en ég ber þessa seinkun á fundi að frestum viku undir atkvæði bæjarfulltrúa. Þeir sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Það allir bæjarfulltrúar sem samþykkja það að seinka fundi viku. Þá þetta að tæmast. Vill einhver bæjarfulltrúi taka til máls undir þessu dagskrárlið? Svo sýnist mér ekki vera. Allir bæjarfulltrúar hafa fengið útrás í kvöld vonandi. Þannig að við ljúkum þessum dagskrárlið númer 9. Næsti fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja fimmtudaginn 27. júní klukkan 18:00. Ég segi þá fundi slitið og klukkan nákvæmlega 20:01.